2-1 og þið eru í raun og veru bara konur í baráttu fyrir líf ykkar núna og verðið að vinna á Egilsstöðum. Jep, við erum komnir í stöðum sem við vildum ekki vera í eftir leikinn í kvöld. Það er bara þannig. Þið eru yfir þegar að svona hálfu fjórðu leiklutir eftir, svo er eins og Hattarmenn finnir bara einhvern gír. Hvað gerist? Það sem að gerist er tvennt. Við spilum góða vörn, svona einmitt kannski fyrri helminga fjórða leikluta. Náum einhvern veginn ekki að klára varnirnar, þeir halda því einhvern veginn bara á lofti. Við náum einhverjum 3-4 sóknarfrákastum, 1-2 eftir vítaskot. Það var bara ekki að sjást, bara lykilleikmenn, erlendir lykilleikmenn hjá mér ekki að stíga út og þeir fá second chances og setja þrist eftir slík sóknarfrákast og svona ná einhvern veginn svona að komast yfir 86-87 og á sama tíma þá gjörsamlega frjósum við í sókn. Þeir eru farnir að láta 3 á average. Þeir sem eru veikumegin eru í algjörum feluleik. Bara margir af betri sóknarmönnum deildarinnar. Ekki að grípa boltann, ekki að setja skot í sig, skjótandi airballum, alveg skítræddir. Á meðan þeirra aukaleikarar eins og Ási og svona strákar setja 2 stór skot skilurðu og það bara þarf að svona blanda af því að við þurfum að berjast og allt það en við þurfum náttúrulega líka bara að vera betri í körfubolta, annars eigum við ekkert séns. Þú getur ekkert bara barist ef enginn getur sett skotunum. Þið eru búin að vera hörkuleikir, mikil skemmtun, en það er svo spurning hvort að Hattarmenn hafi svona verið bara með sterkari karakter. Hvernig nærðu að rífa þína menn upp í erfiðan útileik næst? Það er ekkert sem að þarf held ég og ég bara veit það er ekkert sem að þarf að segja í raun við neitt. Ég meina ef við tökum þá er tímabilið búið. Við erum búin að stefna það allan tíman að komast upp. Við glutrum frá okkur séns á fyrsta sæti alltaf snemma. Þannig að við erum búin að vinna því að komast í úrslitaseríu alveg síðan þá. Og það er bara vita allir að núna er bara við erum bara gjörsamlega upp við vegg. Þannig að ef við mætum ekki bara algjörlega snarvitlausir í baráttuna fyrir austan, þá er ekkert sem að ég get gert til að mótivera menn meira. Það er ekkert sem að ég get sagt sem að mótiverar þá, ekki nema bara, það er ekki neitt. Mótiveringin er bara tímabilið sem búið ef við töpum á það. Og þetta sem að við buðum upp á í fjórða leikluta, þar sem að þeir eru að skora ykkur 30 stig og taka 10 sóknarfrákast í crunch time, það er það síðasta sem að fólkið sem að koma hérna sér frá okkur. Það bara má ekki gerast að þetta sé það sem við bjóðum upp á. Herru, gangi ykkur vel. Takk.